Já, þetta dæmi þar sem við erum með flúrlampa, við erum með aflmæli eða vatnmæli, ampertöng og þetta eru rauður ásinn hérna. Hér er myndað flúrlampa, þetta græna er glerpípa sjálf. Flúrpípa er þannig að það eru skaut hérna í sitthvorum endanum á pípunni. Hér er bara 220 volt og 0, það mætti fyrir hérna í gegn. Þetta hérna, þessi spóla hérna, það er ballestin hérna, er þetta hér. Ef þið myndið mæla með bara ómæli hér á milli, þá mælið ykkar desiviðnám sem er viðnámið í vírnum. Það er viðnámið hér, raunviðnámið. Þetta hérna viðnámið kallað riðstraumsviðnám. Þetta er XL. Þetta er bara R, raunviðnám og riðstraumsviðnám. Það er líffærisspólu hér. Og lampið virkar þannig að hérna, þegar þið kveikið, þá er þetta starter, þetta er bara tímaliði, gefur púls í upphafi og svo búið. Hann sem sagt er lokaður núna og hann fyrir hérna gegnum glóðina, glóðin hitnar og tilbaka. Eftir smá stund þá hitnar starterinn það mikið að þetta er svona tvímálmur sem hitnar og þá rífur hann og þá opnar hann hérna. Og hann lokast ekkert meira fyrir þið slökkið og kveikið aftur. Hann er opið það sem eftir er. Það sem gerist núna það er rafmagnið, fyrir hér í gegn hérna, þessa spólu. Nú er glóðan heit, hérna eru rafeindir lausar við og hér er 0, hér er spennumunur og fyrsta rafeindin drífur hér í gegnum gasið. Gasið í þessu, hún fer hérna á milli og gerir svona braut rekst á aðrar rafeindir, losna aðrar rafeindir og slottum á þeirra aukast meira að vera í straumur og hérna með fullt af rafeindum sem fara hérna í gegn. Það lenda líka hérna í hliðinni hérna. Hér er svona filma, flúrosent filma inn á pípunni. Þegar rafeind lendir á henni, þá þeir eru með atómið hérna, kjarninn og hér eru rafeindir í kringum kjarnan hérna, svona mínusrafeindir hérna, mínusrafeindir hérna. Þegar lenda hver annarri þá hoppa sumar þeirra upp og detta þeir niður aftur. Og við það að detta niður, það gefa þeir frá sér orku og það er ljóseindin. Það er birtan sem við sjáum frá perunni. Og þetta er valið þetta væt, vormavæt og kúlvæt. Þannig að orkan sem að fer hérna, þegar hún dettur frá að það er aðeins minna. En við erum bara að spá hitt spóluna hérna. Straumurinn hér fer gegnum spóluna, þetta er 50 rið. Hann fyrir 50 sinnum á sekundu hingað og snýr hann við og fyrir hingað. Hérna er engin straumur. Þetta er svona, hérna, engin straumur í núlinu, engin hér. Hérna er plús, þá fer hann í áttina hingað, þetta er plús eða það, og mínusinn, þá fer hann í áttina hingað. Svona. Og spólaði þannig að það byggist upp inn í segulsvið hérna, það er bara hér, og straumur hérna niður. Hér er norður, hér er söður, svo snýrst straumurinn við og þannig að snúa segulsviðinu við, tekur tíma. Þannig að ef spennan væri svona, þá verður straumurinn hans á eftir, hérna. Þetta er fasvikið, þetta er U, þetta er I, straumurinn. Og já, þetta er sjálfur lampinn og spólan sem er í honum hérna, ballistinn, hún er það sem var ballistinn hérna í þessu fasvikstæðinni. Þannig að nú skulum við bara byrja það sem beður í þessu dæmi að það er númer 1 að það er að mæla strauminn hérna í rásinni og vöttin. Og það er svona tafla hérna, sem tafla hér, hérna. Hér er mynda lampanum og rásinni og hér eru niðurstöðurnar í þessari töflu og nú, þannig að vöttin hér eru 44 watt og amperinn eru 0,36 amper. Og við erum að teikna aflþýðingin. Aflþýðingurinn, hann er með 3 hliðar eins og allir þýðingar. Og þessi hlið heitir watt, þessi heitir var, þetta er aflið, launaflið í spólunni hérna. Og þetta er aflspennugjafans hérna. Þetta er voltamper. Voltamper. Spennugjafinn, þetta er aflið í raunviðnáminu og þetta er aflið sem eðist hér í spólunni. Og vöttin er 44. Þessi hlið hérna, hún er 44 watt. Voltamperinn, það er bara spennan hér, 235, sinnum straumurinn hérna. 235 volt sinnum 0,36 amper er jafnt og
84,6 voltampere. Voltampere 84,6 og varið finnir bara út með Pýþagóras hérna 84,6 í öðru mínus 44 vött í öðru svona og þetta gefur einhverja tölu 72,25 vött 72,25 var hérna 72,25 hérna var athugið að þetta allstaðar margfeldi af spennu og straum vatnrýtingurinn svona hérna þetta hendinu vött jafnt og spenna sinni straumur þannig að spennan sem hérna yfir þessu spólu hérna hér allstað sem straumur 0,36 ampere spennan sem straumurinn hér þessi tala hérna spennan sem straumurinn hér talan hér og spennan sem straumurinn hérna talan hérna allstaðar margfeldi af straumnum í gegnum íhlutinn sem spennan yfir íhlutinn þannig að nú vitum við strauminn hér hann svo sami allstaðar ef við deilum honum upp í þess að U jafnt og I deilt í vatn ef við deilum þessu straum hérna út með 6 amperum upp í töluna hér og hér og hér þá fáum við spennuna hér yfir og við vitum hvað kurvun hér og þá hvernig spennuþrýstingin og þá getum við, af því við vitum strauminn og spennuna og óhljóðmála hérna, U í sinnum R, þá getum við teiknað upp vinnumaþrýstingin. Af því við vitum hann spennuna í hvern hlut og strauminn. Þannig að næst að, hér beðið að finna fasvíshornið hér, gefa hérna upp kósinusvíið, sem hlutfallstalan af 40, það af skammhliðinni hér, deilt með langhliðinni, 84,6 og þetta gefur okkur 0,52 þetta hlutfallstalan sem heitir kósinusfí það langhlið deilt í aðlaga skammhlið og svo beðum að breyta sér í gráður og það bara arkkós, kós mínus fyrsta 0,52 eitthvað hot hérna 58,6 gráður Landsvirkjun vill ekki að það færi mikið undir 80 þannig að þetta ekki gott mál við erum með of mikið fasvik og svo spurt hvaða hlið þarf að borga fyrir í þessum þrýting það eru vöttin, við borgum bara fyrir vöttin aflið sem eyðist hér í raunvinnamunni og næst eigum við að teikna spennuþrýtinginn og þá sem sagt hann með sama horn og þetta eitthvað svona þessi hlið lengri hérna, þessi þrýtingur ekki alveg rétt teiknaður og þá sem sagt bara deilum við hérna, ég tek bara rauðanpenna við deilum bara 0,36 amperum upp í allar þessar tölur hérna fáum við einhverja spennu hérna 0,36 einhver spenna hérna deilt með 0,36 og fáum einhverja spennu hérna og hérna fáum við sem sagt 235 volt hérna fáum við 200,7 volt og hérna fáum við 122,2 volt þannig að hliðarnar eru hérna þetta er viðnámið hérna hér er viðnámið svona, hér er spólan hér er spennugjafinn hér er spólan, þetta er aflið í spólunni, aflið í viðnáminu, aflið í spennugjafanum. Hér er þá spennan á spólunni, það er þetta hérna, það er 200,7 volt og spennan yfir hérna viðnámið hér 122,2 volt og spennugjafans 235 volt. Sem sagt, þið vitið að aflið hér og hér og hér sami straumur í öllu, deilið straumnum upp í aflið sem hér, hérna, aflið sem hér, 44 voltinn, aflið sem hér, voltamperinn og fáið út spennuna. Deilið straum upp í vött, fáið út spennu. Og það er spenna sem hér, hér og hér. Og þá getum við teiknað núna vinnumaþrýtinginn. Tökum við bara hérna. Svona.
Viðnámsþrýstingurinn, hann alveg eins laga, allstað hérna sama hornið hérna. Hvað var þetta? 58 gráður, 58,6 gráður hérna og 58,6 gráður, svona. Núna deilum við strömmum hérna upp í, sama strömmum, 0,36 ampere, 0,36 ampere, 0,36 ampere og hérna 0,36 ampere og fáið út eitthvað viðnám. Við erum hér, sem hendur yfir R, viðnám er jafnt og straumur deilt í spennu. Ok? Og hérna fáum við út sem sagt úr þessu hérna 557 ohm og setan hérna, þetta hér er bara tala hérna náttúrulega, 651,4 ohm hérna, 651,4 ohm. Þessi hlið heitir seta eða sýndarviðnám hérna og þessi hlið hérna heitir XL riðstraumsviðnám og það er 557 ohm og raunviðnámið hérna, þetta deilingin hérna, hún er 339,4 ohm, 339,4 ohm. Hér eru allir þríþrýtingar komnir, afþrýtingurinn, spennuþrýtingurinn og viðnámsþrýtingurinn. Og aðferðin með þessi, þið vitið vöttin hér, vöttin hér, vöttin hér, þau heita hérna, heitir þetta var, hérna heitir þetta R og voltampere, en þetta eru bara margfeldilega spennustraum, hverjum hlut fyrir sig. Þau eru hér, beilið þessu straum uppi sem er hérna, uppi þessu tölu, fá spennuna, hér, beilið þessu straum aftur upp í spennuna hérna og fá viðnámið hér. Þannig að þetta er svona, nú er lunga dæminu búið.